Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda, biðjum, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora svo við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum útfarastundu Elvu Hjálmarsdóttur. Lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélag við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Svo ritar postulinn, eins og við höfum borið mynd hins jarneska mun yfir einnig bera mynd hins himneska. En það segir bræður og systur að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki. Eigi við heldur hið forgengilega óforgengileikan. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, það mun rætast orð þar sem ritað dauðinn uppsvelgdur í sigur. Dauði, hvar sigur þinn, dauði, hvar broddur þinn? Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vor Jesú Krist. Amen.
Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stíg niður af himni ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sem sendi mig, en sá er vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall í Jesú blessaða nafni. Amen. Spor með þér, hvert andartak dagir þú hjá mér, var sólskinsstund og sælu draumur hár, minn sáttmáli við Guð 1000 ár. Hvað jafnast á við andardráttinn þinn, hve öll sú gleðir fyrr nautugur minn, horfinn hljómlaus utan gátt og tóm, hjá undrinu að heyra þennan lóm, hjá undrið því að líta lítinn fót í litlum skóm og vita heimsins grót, svo hart og sárt honum fjarri en, og heimsins ráð brugga vondir menn. Já, vita hvað andar hér á jörð ofar standi minni þakkar gjörð, í stundar eilíð eina sumar nótt, ó alheims ljós og mynd sem hverfur skjótt. Náð sé með ykkur og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Víst að okkur dauðlegum manneskjum ekki gefið að skilja allt. Ekki það að okkur væri ekki treyst fyrir því. Okkur gefið að takast á við lífið sem mætir okkur. Hversu mjög sem okkur kann að. Við erum fuglinn sem haustið varð viðskila við hina, við erum eina fönnin í fjallinu. Tárið staka á kinninni. Í dag ein af þessum kveðjustundum þegar kvödd jarðneskri kveðju Elva Hjálmarsdóttir. Elva fæddist á jóladag 25. desember 1951. Foreldrar hennar voru Hjálmar Jónsson og Stefania Guðrún Guðnadóttir. Í byrjun 7. áratugarins, síðustu öld, var mikil húsnæðistekla hér í Reykjavík í kjölfar seinna stríðs og árin fram eftir 7. áratug síðustu aldar. Tíma bjó fjölskyldunni Bragga í Múlakambi. Á þeim tíma var eldri bróðirinn Jón Ingi hjá ömmu og afa í sveitinni.
Miðjan 7. áratuginn fékk fjölskyldan húsnæði á Sogaveginum, fyrstum sinn í þvottahúsi í kjallaranum og síðan bættist við eitt herbergið af öðru. Afi hennar amma flutti í borgina líkt leyti, sökum heilsuleysis og fengu þá hjónaherbergið á Sogaveginum. Síðir eða miðjan 7. áratuginn flutti fjölskyldan hingað í Árbæinn, áður bjuggu þau á Hávallagötunni vestur í bæ. Elva var í risherbyggi þar vestur í bæ, þar sem hún var út af fyrir sig, 14 ára gömul, og þar byrjaði hún að reykja. En þegar foreldrar hennar komast að því, hætti Hjálmar, faðirinn, að reykja til þess að vera betri fyrirmynd fyrir dóttur sína, en það hafði engin áhrif á Elvu. En það orð fór af Elvu og hann var kát, fyrirferðamikil, hrókur alls fagnaðar hvar sem hún kom. Hún var virk í ýmiss konar félagslífi og það átti ekkert eftir að breytast þegar hún flutti ásamt foreldrum sínum og systkinum hingað í Árbæinn. Var fjölskyldan ein af frumbyggjum Árbæjarins árið 1966. Á þeim tíma var Árbæjarinn upp í sveit með tilheyrandi búpeningi að beit öll holt og grundir og jafnvel rötuð inn í garða íbúa að gæða sér á plöntum sem þar voru ræktaðar. En Elva miðjan 7. áratuginn var orðin táningur og lauk sínu skyldunámi í Háagerðis og Breiðagerðis skóla. Hún æfði handbolta hjá Ármanni. Hún var meðal annars Reykjavíkurmeistari með sínu liði. Svo góð þótt hún að minnst var sérstaklega í fjölmiðlum þess tíma á markmanninn Elvu í liði Ármanns, sem varði eins og berserkur, eins og þar segir í ræðinu. En eins og fyrr segir var Elva félagslynd kona og hrókur alls fagnaðar. Í Árbænum var hún með herbergi í kjallaranum þar sem að tíðum var gestkvæmt ungmenna sem einn daginn ákváðu að stofna íþróttafélag í hverfinu sem fékk nafnið Fylkir og formlegur stofnunardagur var 28. maí 1968. Á ungdómsárum Elvu þótti sjálfsagt og allt að því nauðsynlegt að borgarbörn og ungmenni á mölinni færu í sveit á sumrin. Elva var engin undantekning á því. Mörg sumur var nú sem barnapía á Hofsósi hjá Pétri og Heiðu þar sem hún passaði börn þeirra, Hönnu Stínu og Óla Sigurjón. Dvaldust hún meðal annars líka eitt sumar í Varmahlíð. Eftir að skyldinu lauk lá leið Elvu í Ármúla gagnfræðaskóla að læra handið en allt lék í höndum hennar. Hún prjónaði ófáar lopapeysur í gegnum tíðina, saumaði kjóla og föt, gardínur og ýmislegt annað. Í Ármúlaskóla lærði hún handið á leið sinna að verða handavinnukennari, en fór síðan í landspróf og kláraði kennó, samhliða með mikilli vinnu og barnauppeldi. Elva kynntist kristni fyrir eiginmanni sínum og barnsföður í gegnum Vallý, vinkonu sína, þegar hún var 16 ára. Hann var sveitastrákur af Ströndum og fljótlega varð hún ófrísk af Stefaníu sem hún eignaðist aðfangadag daginn fyrir 18 ára afmælið sitt. Óléttan kom á óvart en hún uppgötvaðist þegar Elva fór til London sem au pair til að læra ensku. Kristín og Elva hófu búskap sinn í Hraunbænum ásamt Stefaníu dóttur þeirra. Atti sonur þeirra fæddist 1974 og stuttu eftir það flutti fjölskyldan í Blikahól 8 þar sem Óli Jón yngsta barnið þeirra fæddist. Frá Blikahólunum fluttu þau í raðhús í Búðaseli árið 1979. Elva og Kristín skildu 1981 en þá flutti Elva ásamt börnum sínum í Neðra Breiðholt og síðan í Vesturbergið. Börnin minnast ferðalega með móður sinni bæði hér innanlands sem og utan landsteina. Sérstaklega Ólassyni hennar og bróður hans Atla minnist að ferð sem farið var Evrópu á tímum sem að ferðast var eftir landakortum, sem leiddi af sér ýmis ævintýri villu vegar og hrakninga, en alltaf tókst að finna réttu leiðina síðir. Seinna þegar horft var öxl og minntust þeir þessara ferðar hvað var lærdómsrík á þá vegu að í fyllstu orðsins merkingu að viðhorf þeirra gagnvart lífinu hafi breyst. Það verið alveg sama innan hvaða veg sem farið væri og virtist vera á stundum bara öll sund lokuð, að það alltaf hægt að bjarga sér og finna leið. Sína starfsævi starfaði Elva lengstum í Fellaskóla og einnig í Austurbæjarskóla.
Það orð fór að Elvu að hún var dáður kennari sem náði vel til barnanna sem hún sinnti, mörgum þeirra utan skólatíma með ýmiss konar stuðningi og hvatningu. En sjálf átti hún 6 barnabörn og langömmubörnin 2 talsins. Upp úr byrjun aldarinnar árið 2000 fór að halla undir fæti hjá Elvu, heilsufarslega í kjölfar misheppnaðra aðgerða. Hún var hætt að vinna á miðjum aldri þegar líkamleg og andleg veikindi kom upp á hennar lífi. Erfið veikindi geðhvarfa allt frá 1981, slitgigtar og sarglíki sem lagðist á lungu og liði. En þrátt fyrir allar þessar áskoranir hélt Elva í gleðina og bjartsýnina og náði sér ótrúlega á stundum á strik. Þetta er erfið veikindi. Síðustu 3 árin eða svo náði hún að tengjast betur sínu fólki. Oftar en ekki var hún við dauðans dyr, en lét ekki stoppa sig í því að njóta bíltúra með ólasyni sínum og barnabörnum og aðrar samverustundir með fjölskyldunni og systkinum sínum. Hún lét sig helst ekki vanta í veistur þegar heilsa hennar var þannig að hún komst jafnvel vart úr húsi. Hún elskaði að dansa, syngja, lærði á gítar, en síðustu ári naut hún þess að hlusta á hljóðbækur og samdi ljóð ásamt í, eins og áður segir, hafa eitthvað á prjónunum í fyllstu orðsins merkingu. Hún kunni þá list að gleðjast yfir hinu litla og hrósa sínu fólki. Elva lést 20. mars síðastliðinn. Eftir standa minningar sem að þið eigið og geymið í huga. Eitthvað sem verður ekkert sett á blað svo vel fari, en lifir að eilífu í ykkar huga. Og blessuð sé minning Elvu Hjálmarsdóttur, mannesku sem sýndi í lífi sínu að ekkert er sterkara en kærleikurinn og það að gefa af heilum huga af sjálfur sér án þess að hafa orð um. En ætíð er það nú svo að þeir sem svo gjarnan vildu vera hér á kveðjustundu, útfara stundu Elvu Hjálmarsdóttur, gátu það ekki. Var ég beðin sérstaklega um kveðju frá Hafdísi Ingvarsdóttur sem biður fyrir hugheilum samúðum kveðjum frá Japan, þar sem hún er stödd þessa mundir. Enn fremur kveðju frá Hebba bróður Elvu og Rúnu konunans, en þau biðja fyrir hugheilum samúð kveðjum, þeim komast ekki útföruna vegna veikinda Rúnu. Hér að athöfnin lokinni þá verður kistan borin fram hér í anddyri kirkjunnar, þar sem er að ræða bálför, og gefst ykkur þá kostur á að votta virðingu ykkar, en hér niðri í safnaðarheimili er ykkur boðið að þiggja veitingar að lokinni athöfn. Guð blessi ykkur, Guð veri við ykkur, í Jesú blessa nafni. Amen. Úr heimi hér skrítið stundum hvernig lífið er. Eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist þjaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá er eins og losnur lætingi, lausnir öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig og gæta hjá þér. Og þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig.
Það eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig fer. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig og gæta hjá þér. Og þegar tími minn á jörðu hér liðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa veg, taka á móti mér. Biðjum. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Við oss ná til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfin í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Elvu Hjálmarsdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Verð þú náður þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varfið þau á vegum þínum, heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. En allar bænir vorar feli við í þeirri bæn sem drottin hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
sagði ég er upprisa og lífið, sá sem trúir að mig hefa fólk. Elva, af jörðu ertu komin. Af jörðu þetta aftur verða. Af jörðu þetta aftur rísa. Veit henni drottin þín eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínu friði. Amen. Sólin brenni nóttina og nótt í sög.
Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.